AGI, sko, Artificial General Intelligence, það að segja almenna skynsemi, sem þá á pari við manneskju og Kurzweil var búinn að spá því að það myndi nást núna þessum áratug. Hann spáði því fyrir 30 ára síðan. Það virðist vera að rætast. Menn trúðu því alls ekki bara hérna fyrir nokkrum árum. En það þýðir að þá ert ekki með gervigreind sem er einskorðast við að leysa eitthvað eitt verkefni, heldur geti leyst öll verkefni og skilji heiminn eins og hann það segja ekki bara orð eða tvíveðmyndir, heldur að bollin dettur niður og það hell hon í hann og skilja umhverfið sitt. Og þetta gerist með bæði náttúrulega að þróa hugbúnað og vélbúnað, en líka með því að fæða algrímið eins og sagt það að segja testa til dæmis þróar sína gervigreind með því að gefa gervigreindinni upplýsingar bíla, umferð, hvernig bílinn keyrir og allt þetta. Já, og myndrænt með myndavélum. Þannig að algrímið í raun og veru þjálfast á svipaðan hátt og maður. Fyrir kannski 10 árum þá voru menn að spá í gervigreind þar sem myndi vera notuð kort. Það algjörlega farið. Google Maps. Það ekki leiðin. Heldur bara, gerir þetta bara eins og fólk gerir, að kunna á umhverfið sitt. Við erum ekki alveg komið þangað, en við erum alveg að fara þangað. Og það þýðir að róbótar verða líka. Það alveg að sama, það alveg sama grunntæknin á bakvið fjölhæfan róbót og góðan bílstjóra. Bara til að setja í samhengi, að framfarir kannski getur bara framlega stálið eitthvað, hafa verið kannski 1% ári eða kannski 3% ári eða flis, en framfæriðnar eru kannski 100% ári og til að skilja hvað það þýðir að þá erum við raun og vera að tala það að á 10 árum þá 1000-faldast tæknin. Hún tvöfaldast ekki, hún 1000-faldast. Hvað þýðir það á 20 árum? Hún milljónfaldast. Þetta risa bylgja. Kemur með svona margföldunar áhrifum. Já. Inn í líf okkar á næstu árum. Já, og ChatGPT og allt það sem er horfum Midjourney og allt þessi tækni, hún það lélegasta sem við munum nokkuð að sjá. Við erum að fara að sjá svo miklu betra. Það er bara Kína og Bandaríkin. Það engir aðrir. Það engir aðrir sem eiga séns. Japanir muni reyna eitthvað. Evrópa eiginlega búin að tjekka sig út. Og það illilega að því við erum nú tengd Evrópu, til að Sora, sem myndvinnslu forritið frá OpenAI, sem frábært, það bannað á Íslandi. Nú okkur? Vegna þess að Evrópusambandið hefur sett reglugerðir það að það megi ekki vera með eitthvað sem of raunverulegt eða of gott. Þannig að í raun og veru hefur Evrópa tjekkað sig út bara með regluvæðingarverki Evrópusambandsins. Já, og það þýðir bæði það að ég og þú getum ekki nota bestu forritin og ekki nota bestu tæknina. Það þýðir líka það að það mun engin fjárfesta í Evrópu. Það mun engin fjárfesta á svæði þar sem að þú mátt ekki vera með bestu tæknina. Í dag þetta svo slæmt að svo ræfið til hvað dæmi hægt að nota í Afganistan en ekki í Íslandi. Evrópa setur skorður á sjálfa sig og stimplar sig út og það hefur engin áhrif á Kína eða Bandaríkin. Þannig að ef Evrópa hefur ætlað að stýra þróun gervigreindar, þá hefur hún eingöngu afsalað sér tilkallið til þess að taka þátt í þeirri þróun.